held ég að við förum nú bara að hefja leika í dag. Ég heiti Brynhildur Bjarnadóttir og starfa við Háskólann á Akureyri og ég ætla að vera fundarstjóri hér í dag. Dagskrá dagsins liggur fyrir hér. Við áttum frábæran dag í gær að mínu mati og ég held að dagurinn í dag verði ekki síðri, svo ég hlakka til að hlusta hér. Það eru svona nokkur praktísk atriði kannski. Einhverjir munu þurfa að leggja af stað áður en að dagskrá lýkur í dag heim á leið og mig langar að biðja það fólk að muna eftir að skila hérna þessum svörtu böndum sem við erum með hálsinn. Við erum umhverfisvæn og endurnýtum þau og það má leggja þau bara á borðið hérna frammi. Þannig að þeir sem þurfa að yfirgefa fund áður en að honum lýkur, þeir eru beðnir að gera þetta. Erindin í dag eru af öllum toga. Þau eru 15 mínútna löng eða eiga að vera það, þannig að mig langar að minna fyrirlesara á að reyna að halda sig innan tímamarka. Ég sem fundarstjóri ætla að sitja hérna á horninu og gefa merki eftir svona 5 mínútur, eða þegar 5 mínútur eru eftir af erindinu og við sjáum til hvort við höfum tíma fyrir spurningar, það kemur þá bara í ljós. En fyrstur hingað upp á svið er Samson Bjarnar Harðarsson sem er lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands og hann ætlar að svara spurningunni: þarf að bjarga blæöspinni? Gjörðu svo vel. Já, góðan dag. Já, ég ætla að segja aðeins frá verkefni sem ég er búinn að vera að vinna að og ég kalla erindið þarf að bjarga blæöspinni. Það er eitthvað á ég að íta á. Þessi ekki bara þessi hérna, eða rúlir með henni? Svona, nei. Já, nú verður við líka. Já, það er pillurnar. Ekki. Það virkaði á henni okkur. Jú, þetta er bara þessar hérna. Þessar örvar hér. Já. Fram og tilbaka. Já, herru, við skulum reyna að koma svo stað. Já, þetta verkefni, ég fékk styrk í þetta verkefni frá erfðanefnd landbúnaðarins og svona markmiðið var að kanna vaxtarstaði blæðisparinnar og safna efni við og svona það sem var svolítið áhugavert að reyna að komast að hvort að þetta sé einungis einn klónn eða fleiri á hverjum stað og hvort að hún vaxi víðar heldur en vitað er, hvort það sé mikill útlitsmunur á blæösp eftir uppruna og vaxtargetu og aðlögunarhæfni íslenskra blæöspa. Það er að segja að þetta er svona það sem langtíma markmiðið sem ég var að spá í. Aðeins staðreyndir blæöspuna. Laufhellandi tré vex villt allt norðurhvel og náskyld tegund sem vex í Ameríku. Fjölga sér fyrst og fremst með rótaskotum. Einstaka tré geta orðið alltaf 200 ára gömul. Vex í litlum lundum og getur þakið stór svæði og náskyld tegund að einn klónn sem kallað Pandói úta, hann er talinn vera 80.000 ára gamall og 47.000 stofnar og þekur, þetta eiga nú að vera 43 hektarar, það er aðeins sem hefur skólast til í mér. Þetta er tegund sem þolir illa beit og það sést víða auðvitað hérlendis að hún er orðin mjög sjaldgæf og víða hefur hún látið undan líka erlendis. Hér er, blæöspin, þetta er sjaldgæfasta trjátegundin okkar og ég held að það megi fullyrða það að hún er jafnframt sú hraðvaxnasta og hávaxnasta innlenda trjátegundin. Eitthvað sem
menn hafa kannski ekki verið að spá á mikið í. Og ég mældi eitt tré í Múlakoti í fyrra sem upprunnið frá garði og hún reyndist vera 21 metr. Nokkuð gott finnst mér. Vex á 6 stöðum, talið hafa numið land eftir ísöld og já, blómstra mjög sjaldan á Íslandi og í Skotlandi. Hérna aðeins svona það sem var alltaf talað sem elstu blæðspuna á Íslandi. Hún dönsk, væntanlega frá Jótlandi, gróðursett aldamótin 1900, núna orðin 24 metrar, svona hæstu tré. Og svolítið gaman að sjá litina á fyrirpart sumars. Þetta eru vaxtarstaðirnir sem eru þekktir og svo sýnir þetta kort líka nokkra svona þekkta staði þar sem hún hefur gróðsett. Já, eins og ég sagði áðan að blæðispenn mjög lostætt og fjölgar sér sjaldan með fræjum sem við heldur sér nánast eingöngu með rótarskotum en þetta hefur leitt til þess að hún mjög sjaldgæf á Íslandi og raun og veru svipuð örlög sem hún hefur fengið í Skotlandi og Skotar hafa verið að vinna í því að endurheimta sína eins og í Hálendunum og víðar. Já, síðasta sumar fór ég í skoðunarferð ásamt Helga Þórsinni og á alla vaxtarstaðina, 5 á Austurlandi og 1 á Norðurlandi. Og ef við svona vindum okkur bara í það, fórum fyrst í Jórvík. Þar feikilega falleg blæðösp. Þið sjáið hana hérna í skjóli við grenið, sjáið þennan svona rauðbrúna lit sem einkennir hennar svona fyrst. Þarna sjáum við á kortinu, hún vex þarna semst í skjóli við grenið og hefur notið þess og vaxið upp og virkilega fallegt tré og svona teinrétt alveg. Og hæsta tré sem ég mældi var 7,4 og þetta svona beinvaxnasta klóninn sýnist mér. Já, eins og ég sagði áðan að þá söfnuðum við Helgi rótarskotum af öllum vaxtarstöðunum til þess að geta ræktað áfram. Þarna í Jórvík eru 2 vaxtarstaðir stuttu millibili. Svo fórum við á Strönd í Stöðvarfirði. Þar öspin bara svona kræða í kjarri á stóru svæði og vanalega ekki mikið meira en kannski hnjáhæð. Þarna vaxtarstaðurinn í raun og veru vex hann hugsanlega miklu víðar þarna og mjög dæmgert almennt séð með blæjarspáum vaxi í svona suðurhlíðum, vesturhlíðum, svona frekar hlýjum stöðum. Það sem var áhugavert með þennan klón að hann var áberandi loðinn samborið við hina. Og þarna haustlitamynd sem ég fékk senda og þetta auðvitað eitt af því fallegasta með blæðispennu, það auðvitað hvað haustlitirnir eru stórfenglegir í henni. Gerstaðir í Fáskrúðsfirði, þarna sjáum við vaxtarstaðinn. Þessi líka frekar lágvaxinn og í sjálfu sér ekki vitað hvað þessi getur orðið há ef hún fengi tækifæri til þess. Það nefnilega eitt af því sem var svolítið áhugavert að skoða. Þarna sjáum við Fáskrúðsfjörð í bakgrunnum. Svo Höfð á Völlum. Þetta nýjasti þekkti vaxtarstaður blæjarsparinnar. Þarna hún merkt inn.
Þetta voru líka virkilega falleg tré, grænni að sjá heldur en til dæmis þessi í Jórvík, en svona af þessum klónum sem maður sá, þá var maður svona hvað heillaðastur af einmitt þessari á Höfða og þessari í Jórvík. Þetta var frekar lítill lundur, trén orðin, þetta rúmlega 5 metrar, þau hæstu eftir minnimælingu. Þannig að sjáu þið meira. Þetta var ekkert mjög stór lundur. Svo að lokum þarna á Austurlandi, þá var það Egilsstaðaskógur. Þar vex hún mjög víða á stóru svæði inn í Egilsstaðaskóg. Við skoðum nú bara einn stað þar og söfnuðum af honum. Þetta þetta blæður sem hefur einhver leyti verið í ræktun lítillega og það sem áhugavert að hún ekki nema svona 30 km frá vaxtarstaðnum í Höfða. Samt sem áður annar klónn, einhvers staðar las ég nú að það væri hugsanlega 2-3 klónar af henni á Egilsstöðum, en oftast nær þetta bara einn klónn sem vex á hverjum stað. Þarna mynd af einni og eru þetta 8-9 metrar að minnstakosti. Svo að lokum þá fórum við í garð í Fnjóskadal. Það svona þessi gamli þekktasti vaxtarstaður, þekktasti lundurinn af blæhjálp á Hofi í Vatnsdal. Þar stór og mikill lundur. Þóru nú ekki að segja hvað hann hávaxinn þar, en mjög gróskumikill og fallegur lundur þar af blæhjálp. Og það líka, og þarna sjáum við þið fundastaðina í garði. Margir staðir og eins og þið sjáum við þarna á kortinu að það einn svona vex á löngu svæði þarna. Annars staðir þetta svona kannski meiri breiðum. Og hér sjáum við þið hérna á nyrstarsvæðinu. Oftast nær þarna hún ekki nema kannski 1,5 metr eitthvað svoleiðis. Oft bara einhver kræða og víða þarna inn í kjarrinu. Og þarna var 300 metra löng en gisin breiða. Það sjáum við það. Miðsvæðið, þarna voru stærstu tré, en það höfðu verið afgirt í einhverja áratugi, líklega frá því 2000. Blæðismenn þarna í garði hafði verið friðuð þarna svona snemma á síðustu öld, en sú girðing hafði eyðilagst og þannig að það hefur alltaf verið mikið beit þarna, eins og reyndar víðast hvar þar sem blæðismenn vex. En þarna voru nokkuð tré sem voru nokkuð myndaleg, 4 metrar. En nota bene að þetta sami klónnin og orðinn 20 metrar í Múlakoti. Áhugavert líka að sjá, þarna svona melur sem verður mjög þurrt þarna í Fnjóskadalinn og þarna það var merkilegt að sjá þetta, renglurnar allt og litli brúskar. En svo þetta bitið niður nánast á hverju sumri þó svo beitin sé nú eitthvað að minnka litið. Ég fór þarna aftur haustið, bjóst nú við reyndar að sjá meira laufi, en það var mikið fallið af laufið, þannig að hún hausta sér frekar snemma og fær auðvitað þessa fallegu gulu haustliti. Og þarna landeigandinn sem gat frætt mér svolítið meira þennan vaxtarstað. Sýndi mér meðal annars nýjan vaxtarstað þarna í Sandgili sem lítið sunnar. Já, eins og ég sagði, ég safnaði plöntum af öllum stöðum og þeir í Þöll að rækta plönturnar upp fyrir mig. Alla plönturnar lifðu nema 2 og það í sjálfu sér held ég ágætis árangur því að
þó svo að blæðispenn dreifir mikið úr sér sko, þá er ekkert endilega alltaf svo auðvelt að fjölginu upp af rótargræðingu. Það getur svolítið misfærst því að það er svo lítið af rótum þegar maður stingur plönturnar upp. Og svo er það spurning hvað er næst. Svona, ef ég fæ tækifæri til, þá ætla ég að reyna að gróðursetja í klónasöfn, þar sem er þá hægt að stúdera blæðispennu svolítið nánar. Ég held að það þyrfti að skoða það að vernda núverandi vaxtarstaði. Það kom mér svolítið óvart að þetta er eiginlega hvergi friðað almennilega nema í Jórvík og Egilsstöðum og hérna, þannig að það þarf að vernda þetta meira og fjölga upp, og það er virkilega áhugavert að reyna að finna út við því hvernig þetta er að fjölga henni upp, því að ég held að það sé alveg kjörið að reyna að nota hana í útivistarskóga og í endurheimta skógrækt. Og þá þyrfti helst að fjölga henni upp með vefjarækt, en það sem væri virkilega áhugavert og ég sé að það sem Skotarnir eru að gera, það er það að þeir hafa haft plöntur, stálpaða plöntur í gróðurhúsum, fengið til þess að blómstra og fengið fræ af þeim, og þá auðvitað fær maður miklu fjölbreyttara erfðaefni. Og ég fer í næstu viku og hitti þau þarna í þessu Trees for Life. Að lokum ætla ég að segja að Helgi Þórsson teiknaði fyrir mig þessa skemmtilegu mynd af blæðispenni, mjög þjóðlegt tré eins og þið sjáið, en takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Samson, virkilega áhugavert. Erum við með einhverjar spurningar úr sal? Já, ég bið kannski fólk bara að tala hátt svo við séum ekki að hlaupa með mikrofón. Hvað segirðu? Með náttúruvógum. En í fullmennskynni má ég spyrja eftir sammála. Já, ég meina að þetta er auðvitað virkilega ógn sko, en við erum nú að leyfa okkur að vera bjartsýn og að eitthvað bjargist í þeim málum. Já, fleiri spurningar til Samsonar? Já, gjör svo vel, Þröstur. Já, ég þakka þér fyrir þetta mjög góða yfirlit. Við höfum náttúrulega áður reynt hjá skógræktinni að fjölga blæösp og þykjumst kunna það ef að einhver markaður er fyrir hana. En þegar við reyndum og þegar til dæmis var til slatti af aukaplöntum í rannsóknum hennar Hrefnu Jónsdóttur sem að rannsakaði blæöspaflóruna og hvernig væri hægt að fjölga þeim og þær voru til sölu í gróðrarstöðum og seldust ekki. Svo reyndi ég að koma þeim inn hjá landshlutaverkefnunum og það gekk ekki neitt. Og mér var þá sagt að það hafði engin áhuga á þessu helvítis ígrissi í skógrækt hjá sér. Þannig að ég held að það sé svolítið áráðusherferð framöndan ef á að það er meira. Alveg ljóst, það er alveg ljóst sko. Já, Takk. takk fyrir þetta, Samson, kærlega.